Fundarstjóri, dómendur, andmælendur, góðir gestir. Drögum hellismanni út í dagsljósið og sýnum honum heim. Leyfum gjörvöldu mannkyni að sitja við sama borð. Fletjum út fjölbreytileik og steypum öllum í sama mót. Okkar mót. Við búum jú í fullkomnu vestrænu ríki þar sem við höfum allt til alls og okkur líður svo undursamlega vel að við verðum að þvinga því ofan í kokið á öllum sem við teljum búa í óviðunandi aðstæðum. Þó ég stílfæri hugmyndir andstæðinga minna ádeilunar vegna, þá þetta ekkert nýtt af nálinni. Það sama sögðu aðhaldsmenn í Evrópu á 19. og 20. öldinni sem ætluðu sér að siða barbarana í Suður-Ameríku. Þeir vildu vel þá, alveg eins og andmændur mínir vilja vel núna. Þeir hafa bara ekki hugsað dæmið til enda. Þeim væri nær að kynna sér aðstæður út frá þjóðflokka án fordóma gagnvart lifnaðarháttum þeirra. Þeirra lifnaðarhættir þurfa ekki að samræmast því sem við köllum nútíma samfélag. Við eigum að fagna því að jörðin bjóði ennþá upp á slíkan fjölbreytileika. Og það gerum við. Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið að skjali sem tryggir réttindi frumbyggja, en þau hafa verið lítil í gegnum tíðin og á þeim tróðum. Við þurfum ekki nema að líta á lið D, grein 7 í skjalinu, til þess að sjá hvar andmændum mínum skekar. En þar segir: frumbyggja eiga rétt á því að verða ekki fyrir menningarlegu þjóðarmorði né þjóðernishreinsun, en í því felst að komið verði fyrir, liður D, hvers konar aflögun eða samruna við aðra menningarheima eða lífsháttera með lögum, stjórnsýslu eða einhverjum öðrum hætti. Andmældur mínir eru á þeim buxunum að frumbyggjar Amazon þurfa að njóta nútímavænna nautn okkar því annars sé þeim verra lífinu að við lifa. Það var húkafull afstaða þetta. Þið gefið ykkur það að ykkar tilvara sé þeim aldrei. Þið eru svo fullir af lotti, mér væri nær að tappa af. Óli benti á klaufalega málvinnu Stefáns. Já, Óli, ég er sammála. Andstæðingar mínir halda að heimurinn væri betur staddur ef allir nytu sín eins og þeir. Þeir vilja leiða fjölbreytileika og fjölda framleiða MR-hipstera. Ágæta samkoma. Uppástunga andmælenda minna gengur þvert á almenn og heilög mannréttindi frumbyggja. Þó ég telji hollt að ögra yfirvaldinu, þá minna þeir mig frekar á Don Quixote sem barðist gegn vindmyllum. Það skiptir engu máli hversu staðfastlega þið trúið á eigin boðskap. Þið eruð einfaldlega á villigötu. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir labbinn á bar og barþjónninn spyr: Hei strákar, ég með regnskó hérna fyrir aftan, hvernig litist ykkur á að stökkva 1000 ára aftur í tímann, segja bless við læknisvísindin, öll við mannréttindi sem við hafa öðlast, bless við jafnrétti kynjanna og réttindi samkynhneigðra og bless við rauðarættu og Jakob mætir og hann bara: Já, ég get til það! Nei, þetta er engin brandari hérna, sýnist ykkur ég vera hlægjandi. Þetta ekki. Bang, bang, hver er það? Mannréttindi. Mannréttindi hver? Mannréttindi hvergi innan í skóginum. Það er ekki málið. Á fyrstu ræðin eftirgengar byrtist í frumbyggja bara sem einhver póka á hondast tilvera. En eftirgengarnir vita bara ekkert það. Þeir staðfesta það á. Það eru allar líkur á því að grundvallar mannréttindi samkynhneigðra og kvenna, sem eru bara við rúmlega helmingur af fólkinu að þenni, séu virt að vettugi. Vín. Hversum ert þú ekki á staðnum? Stefán, hvers vegna ætlum við að loka augunum fyrir mannréttindaglæpum sem eru framdir innan í skóginum? Og munum það að það var einmitt á þessu svæði fyrir nokkur 100 árum sem að börnum var fórnað og étin og hreinum megin var einnig fórnað til dýrðar einhverju frjósemi skildi. 200 manns í fullkominni einangrun leiðir á sér booking bums af rangflugmyndum. Og svo að byrja á mikilvægastu svarinu, Jakob, vákátt leiðirur. Og Stefán, þú getur ekki bara að tala um óttan við Justin Bieber og sagt mér að þau hafi það bara fínt. Að við eigum bara að loka augum og eyrum fyrir samskiptum á milli fólks á sama menningarstígi og við vorum á þegar jörðin var flug. Og lausnin við samkynhneigð var að grýta menn með stein. Nei, Jakob, við erum ekki að þvinga þá til þess að aðlagast okkar siðum. Við erum að rjúfa einangruna og bjóða þeim að vera með í partíinu. Þið eru að þvinga þá til þess að vera 12.000 árum á eftir. Viktor, hvers vegna er það svona augljóst að þau vilji vera að áfram? Ertu kannski að nota sömu heimild og Stefán með það? Stefán sagði að svona einangrun hefði verið mólið fyrir 12.000 árum. Já, Stefán, fyrir 12.000 árum! Á sama tíma á forleikur í kynni við var að lemja konur. Ræðans Jakobs gekk út á að við ætlum að leyfa frumbyggjum að við lifa á eigin forsendum. Ókei. En má ég ekki gefa nauðgarnum í þorpnum pakka smokkum? Má ég ekki gefa henni barni með berkla síklarlegt? Grimmileg afstæða, Jakob, grimmileg.
Viktor, við erum ekkert að reyna að ná yfir þá með valdi, við erum fylgjandi samskiptum við ættflokkinn. Stefán, sorry með mig, sorry, en mér finnst bara dauði af völdum deklum aðeins meira máli en að vita af Bieber og Burger King. Jakob talaði að við myndum þrýsta okkar máta upp á frumbyggana. Já, ég sé þið fyrir mér, Jakob. Æ, nei, hvílík sorgarsaga þegar en ungi ég var sprautaður fyrir rauðum hundum. Frekar vildi ég lifa í sælu fáfræðina. Fljóttir, allir í tímavélina, Bieber ennþá lífi. Stefán sagði að fráfræði væri sæla. Ok, Mr. MR, nei, Morfís, þótt fólki viti ekkert endilega að hægt sé að lifa betra lífi, því það ekki að vekkum að ekki að bjóða þeim betra líf. Veit hundur sem alveg upp í Gaddavír ekki að líf án Gaddavís, þá ættum við samt að bjóða hana að þið skilir hvernig. Ok. Kæru fundargestir, það svo ótal margt sem Bóbó líklega á eftir að upplifa. Ekki bara svona mannréttindaskúrs, heldur bara allt alvöru görn. Við getum sýnt honum heim. Að horfa á Lion King í fyrsta skipti, að borða pítsu, fara í rússi bara, að fara í fyrsta menntaskólasleikin, að æfa fótbolta, að vera á bestu útihátíðinni, að vera með nötið í samkynhneigður, þá það frábært hérna með einu skói. Leyfum honum að vera prinsessa í frið.